Komið þið sæl. Ég heiti Ingvar Sigurðsson og ég er býbóndi á Suðurlandi. Við skulum tala aðeins um næringu. Hunangsbýflugur þurfa fjölbreytta blöndu af próteinum, kolvetnum, fitu, steinefnum og vítamínum til að viðhalda eðlilegum vexti og þroska. Venjulega geta býflugur fundið allt fóður sitt úr tiltækum gróðri í umhverfinu eða fóðri sem þær geyma í búinu. Þær geta safnað og geymt nóg af frjókorni og hunangi til að sjá fyrir næringarþörfum þeirra allt árið. Það er nauðsynlegt að býbændur geri sér grein fyrir næringarþörfum býflugna og hlutverk kolvetna, próteina og bætiefna í býflugnabúum. Hunangsbýflugan, Apis mellifera, safnar ýmsum efnum til að tryggja lifun búsins. Þar má telja upp. Í fyrsta lagi er það blómasafi eða nektar sem fullorðnu býflugurnar breyta í hunang og geyma í vaxhólfum. Svo er það frjókorn sem gefur mest af próteini, amínósýrum, fitu, vítamínum og steinefnum. Í þriðja lagi er það svo vatn sem býflugur safna til að hjálpa til við að viðhalda hita og rakastigi búsins og þynna hunang í vaxhólfum sem þær neyta. Og í fjórða lagi er það própólís sem þær búa meðal annars til úr trjákvoðu og er náttúrulegt límkennt efni sem býflugur nota til að þétta sprungur í búunum svo að þær geti betur stjórnað hitastigi. Própólís inniheldur líka ilmkjarnaolíur sem eru sóttreinsandi og minnka smittleiðir. Blómasafi myndast í kirtlum neðst í blómbotninum. Sóknarbýflugur safna safanum úr blómunum og fljúga með heim í búin. Safin inniheldur mikið magn af súkrósa sem samanstendur af frúktósa og glúkósa og hefur hátt rakainnihald ásamt öðrum efnum eins og steinefnum, vítamínum, litarefnum, lyktarefnum, lífrænum sýrum og köfnunarefni samböndum. Helstu sykurtegundirnar sem finnast í blómasafa eru frúktósi sem er ávaxtasykur og er algengur í náttúrunni, svo er það glúkósi, þrúgusykur, annar einsykrungur sem er auðvelt fyrir býflugur að vinna úr. Í þriðja lagi er það svo súkrósi sem er tvísykra og samanstendur af glúkósa og frúktósa. Hann er brotinn niður í einfaldari sykrur með hjálp ensíma í býflugunum. Hlutfall þessara sykra getur verið mismunandi eftir blómategundum. Sum blóm innihalda meira af frúktósa heldur en glúkósa. Þegar býflugurnar breyta blómasafa í hunang, brjóta þær niður súkrósa með ensíminu invertase. Þetta gerir hunang stöðugra, það verður minni kristöllun og auðveldara fyrir býflugur að geyma það og neyta. Býflugur breyta þessum blómasafa í hunang í ákveðinni röð. Þegar safanum er safnað í upphafi er hann geymdur í hunangsmaga býflugunar. Ensímið, invertasi, blandast saman við blómasafan á meðan hann er í hunangsmaga býflugunar. Invertasi klýfur blómasykurinn og breytir honum í frúktósa og glúkósa lausn. Blómasafinn er síðan geymdur í vaxhólfum þar sem rakastigið lækkar í 13–18% við meðhöndlun og blástur þernanna. Þegar hunangið hefur náð réttu rakastigi, loka býflugurnar hólfunum með vaxi. Hunang sem býflugurnar geyma í vaxhólfum er helsti kolvetna og orkugjafi búsins. Hunangs er neytt af býflugunum til að viðhalda hita á ungviði, til að gera sóknarflugum kleift að fljúga og til hvers kyns athafna einstakra býflugna sem þarfnast orku þegar ferskur blómasafi er ekki fáanlegur. Vetrarbýflugurnar neyta aðalega kolvetna sem er í hunanginu. Þar fá þær orku til að halda hita í búinu. Það er talið að vetrarbýflugurnar þurfi líka smávegis af próteini til að endurnýja vefi í líkamanum. Vítelógenin er fituprótein sem er myndað í fitulíkama vetrarbýflugna. Það er losað út í blóðvökvann sem flytur fitu, prótein, orkuefni og andóksunarefni. Þegar drottning byrjar að verpa að vori, hækkar lyktarhormón frá lirfum og vítelógenin byrjar að brotna niður í líkama vetrarbýflugnanna. Vítelógenin er tekið upp í ungviðiskirtla og er brotið niður í amínósýrur og síðan nota sem hráefni í bímjólk fyrir nýju lirfurnar. Þannig umbreyta býflugurnar fituforðanum í prótein fyrir lirfurnar að vori. Þegar fituforði vetrarbýflugnanna þrýtur er hlutverki þeirra lokið og þar með ævi þeirra. Þernurnar sem skríða úr púpum halda svo áfram hlutverki þeirra og þær fóðra næstu kynslóð.
Frjókorn sem býflugurnar hafa geymt yfir veturinn sem gerjað býbrauð kemur sér því vel að vori. Frjókornin koma af frævlum sem eru karlkyns hlutar jurta. Þau eru besti próteingjafinn fyrir býfluguna en magn próteins í frjókornunum getur verið mismunandi eftir blómategundum á viðkomandi svæði. Próteinmagn er breytilegt frá 6 til 40%. Lágmarks próteinmagn sem þarf fyrir hunangsbýflugur er 15 til 20%. Ef markmiðið er hröð ræktun og stækkun býstofnsins til að vinna mikið af hunangi þarf 20 til 30% próteinmagn. Jafnvægi amínósýra er einnig mikilvægt. Sumar plöntur hafa óheppilega samsetningu þar sem eina eða 2 amínósýrur getur jafnvel skort í frjóið, til dæmis í túnfífli. En þá kemur á móti að viðkomandi amínósýrur fást jafnvel úr öðrum blómategundum og þær geta vegið upp það sem á vantar. Þegar býfluga safnar frjókornum úr frævlum blóma, dragast kornin að býflugunni vegna mismunandi rafhleðslu milli frjósins og býflugunar. Frjókornin eru mínuslaðin eins og jörðin, en býflugan hleðst upp af jákvæðri hleðslu á flugi. Hún safnar frjókornum saman og notar fram- og miðlappirnar til að strjúka þau af loðnum líkama sínum. Saman við frjókornin blandar hún munnvatni eða blómasafa til að hnoða frjókornunum saman í litla klumpa sem hún kemur fyrir í frjókornakörfum á afturfótunum. Frjókorn er að mestu leyti notað til að fóðra lirfur og ungar býflugur til að mynda vöðvamassa, þroska kirtla og aðra vefi. Það er einnig notað við framleiðslu á drottningarhunangi sem er sérstakt fæði framleitt af fósturbýflugum. Það er gefið drottningarlirfum og drottningunni allt hennar líf. Einnig fá þernu og drónalirfur drottningahunang í alltaf 3 sólarhringa. Eftir það fá þernur og drónar aðrar blöndur. Þegar bú er í vexti eða á tímum mikillar vaxframleiðslu er eftirspurn eftir frjókornum mikil. Vaxkirtlar nota mikið af próteini og ef það er skortur á frjókornum mun það hafa verulega neikvæð áhrif á vaxframleiðslu. Fullnægjandi næringarþörf er sinnt þegar búið er að safna frjókornum frá fjölda mismunandi blóma og nægilegu magni er viðhaldið. Eitt bú á 12 mánaða tímabili mun neyta meira en 25 kílóum af frjókornum, allt eftir stærð búsins og frambúði frjókorna. Af hverju þarf frjókorn í lok vetrar? Á öllum svæðunum norðan miðbaugs nema þeim köldustu mun drottningin byrja að verpa miðjan febrúar. 3 dögum síðar þarf að fóðra hungraðar lirfur sem hafa skriðið úr eggjum. Fósturbýflugur umbreyta býbrauði og framleiða úr því fæðu fyrir lirfurnar. Þessi próteinríki vökvi kallast bímjólk. Eftir því sem lirfurnar halda áfram að vaxa, munu þær þurfa aukið magn af næringu úr frjókornum til að viðhalda líkamlegum þroska sínum. Kolvetni úr hunangi eru líka nauðsynleg, en aðeins frjókorn veita nauðsynlega fitu og prótein sem þarf til umbreytinga úr pínulitlu eggi í fullþroskaða býflugu. Fyrsta máltíð lirfu er veitt af fósturbýflugunum á fyrsta degi hennar, sem er á 4. degi frá því að egginu var vert. Sú fóðrun verður endurtekin 100 sinnum á dag mestu 2 daga. Eftir það hægir nokkuð á fóðrunarhraðanum en mataræði þeirra er enn ríkt af fitu og próteinum. Þessi næringarefni eru nauðsynleg svo að lirfurnar geti byggt upp innri birgðir af fitu, sykrum og próteinum. Eftir aðeins 6 daga fóðrun hefja lirfurnar púpunarferlið með allri þeirri næringu sem þegar er geymd í líkama þeirra til að umbreyta þeim úr blindum fótalausum lirfum í fullmótað skordýr með 2 fálmara, 3-skiptan líkama, 4 vængi og 6 fætur. Þegar fullskapaðar býflugur hafa skriðið úr púpu eftir 21 dag eru þær fullmótaðar en ekki enn fullþroskaðar, sérstaklega kokkirtlarnir. Fyrstu dagana verða þær að halda áfram að neyta mjög mikils magns af próteini og fitu úr frjókornum svo að kirtlarnir þroskist. Eftir það bil viku geta þær byrjað að nota þessa kirtla til að búa til fæðu fyrir lirfur. Sveiflur í fóðuröflun á meðan nýjir árgangar fósturbýflugna eru að þroskast getur ógnað búinu snemma á vorin. Þetta er vegna þess að vetrarbýflugurnar eru að verða gamlar og örmagna á því að ala upp ungviði þegar varp byrjar fyrir alvöru á vorin.
Bændur sem ala búfé vita að góður árangur veltur á því að dýrin séu ávallt rétt fóðruð. Stundum fóðrun ekki flóknari en að reka dýrin út í haga, en á veturna verður að gefa næringaríkt fóður. Næringaríkt fóður bætir heilsu dýranna, eykur mótstöðuafl gegn sjúkdómum og bætir frjósemi. Það sama gildir býflugur. Þegar sumarið gott geta býflugur séð sig sjálfar, en þegar fjölbreytileika í gróðri vantar, þá getur vantað upp á að býflugurnar fái allar amínósýrur sem þær þurfa úr frjókornum. Veikari bú geta verið sérstaklega í hættu. Þó líklegt að flest búin muni lifa af, en flugurnar geta ekki þrifist vel. Ef það skortur á annarkvort frjókornum eða hunangi, mun búið draga úr eða stöðva uppeldi ungviðis og varp drottningarinnar geti fallið niður. Allar lirfur sem alast upp á slíkum stundum verða vannærðar og þegar þær verða fullorðnar verða þær ekki eins duglegar við vinnu í býkúpunni og verða jafnvel slakar sóknarflugur. Langvarandi áhrif af tímabundnu svelti getur haft neikvæð áhrif á hunangsuppskeru og lifun næsta vetur. Frá því 1930 hefur verið unnið að því að þróa fóður fyrir býflugur. Fyrstu tilraunir með baunamjör voru gerðar árið 1912 og vöktu mikla athygli. Eftir það voru þróaðar uppskriftir með fleiri efnum og víða notað í stað pollens sem mun dýrara fóður. Fljótandi sykurlausnir eru til í nokkrum styrkleikum og hægt að fá blöndur með sykri sem hefur verið klofin með efnakvata, í glúkósa og frúktósa. Einnig framleitt sykurdeig sem kallað fondant og inniheldur stundum örlítið af frjókornum eða próteindegi, en oftast fondant bara sykur og vatn. Til að uppfylla próteinþörf býflugna á vorin og yfir sumarið þegar rignir mikið notast við próteindeg. Stundum inniheldur degið náttúrulegt frjó, en það dýrt og þess vegna notuð fóður sem innihalda próteinrík efni svo sem sojakveiti, ölger, undanrennuduft, maísglúten og fleira. Að auki kolvetni í formi sykurs, jurtaolju, vítamínblanda og fleiri efni sem minna af. Fólk þarf að skilja að tilbúið fóður ekki endilega frjódeig. Frjódeig sem á ensku kallað pollen patties sykurdeig sem inniheldur frjóduft, en próteindeig það sem á ensku kallað protein patties eða pollen substitute. Substitute eitthvað sem kemur í staðinn fyrir eitthvað. Alveg eins og smjörlíki ekki smjör, þótt smjörlíki geti komið í stað smjörs í ákveðnum tilvikum. Stundum frjókorn eða býbrauð af skornum skammti, sérstaklega ef varp drottningarinnar í fullum gangi og veður hefur ekki verið heppilegt fyrir sóknarbýflugurnar. En hvað hægt að gera til að bæta við frjókornaforða býflugnanna? Besta viðbótin frjókorn frá eigin búi sem hefur verið safnað við flugopið á sumrin. Því miður tapar geymt frjókorn næringargildi sínu nokkuð hratt. Það ætti að frysta það eða láta það gerjast í býbrauð með mjólkursýrugerjun eins og býflugur verka það í vaxhólfunum. Þetta ferli svipað á aðferðirnar sem notaðar til að búa til votey, súrkál eða önnur sýrð matvæli. Eins getur verið gagnlegt að sýra blönduna með sítrónusýru og C-vítamíni. Í stað frjókorna hægt að nota próteinfóður sem blanda af nokkrum algengum efnum sem notuð til að búa til próteinríkt fóður fyrir býflugurnar. Úr því fæst ódýrt fóður sem inniheldur öll nauðsynleg næringarefni. Ölger sem notað í fóður inniheldur mikið af próteini og B-vítamínum. Gerið dautt, það búið að hita það svo að það veldur ekki gerjun. Saman við efnin bætt vítamínum, steinefnum og fitum. Þar á meðal steról. Eggjaduft gott í svona blöndur af því að það inniheldur gott prótein og einnig kólesteról úr eggjarauðunni. Býflugur geta ekki framleitt kólesteról og verða að fá það úr náttúrunni eða fóðri. Það nauðsynlegt fyrir uppbyggingu frumuveggja. Þó frjókorn sé nauðsynlegt innihaldsefni það dýrt og ekki alltaf fáanlegt. En margir býbændur kjósa frekar próteindeig sem inniheldur ekkert frjókorn. Þeir hræddir við að fóður sem inniheldur frjóduft geti borið með sér smit nema frjókornin sé úr eigin ræktun eða sótthreinsuð með gammageislun. Þegar býflugurnar fóðraðar og þær byrjaðar að ala upp umtalsvert magn af ungviði, verður framboð af fóðri að vera stöðugt og mikilvægt að hætta því ekki fyrr en frjókorn fyrir að berast inn í búið með flugunum. Ef próteinríkt fóður klárast, jafnvel í 1 dag, geta lirfur og púpur þroskast illa. Ungviðið tekur mikið frá gömlu vetrarbýflugunum og ef fyrsta varp að vori kemst ekki vel af stað, hugsanlegt að orka þeirra klárist
og þær geta ef til vill ekki alið upp meira ungviði fyrir en ferskt frjókorn kemur inn í búið. Ungviðauppeldi hættir í búinu síðla hausts. Vinnuflugurnar sem klekjast út á þessum tíma eru langlífar vetrarbýflugur sem mynda flugnaklasa í búinu frá hausti til vors. Vetrarbýflugur einkennast af mikilli líkamsfitu. Fyrir utan orkuforða sem býflugurnar geyma í líkama sínum er prótein einnig geymt sem frjókorn í formi býbrauðs í vaxkökunni. Býflugnabúið verður að byrja að ala upp ungviði síðla vetrar til að byggja upp styrk fyrir vorið, löngu áður en nægilega mikið af frjókorni berst til búsins. Þegar framboð á frjókorni á haustin eða vorin er takmarkað, stýrir það gæðum eða magni að þernum sem klekjast fyrir og eftir vetrun búsins. Bú sem hafði verið fóðrað með frjódegi snemma að vori framleiddi 2 til 4 sinnum fleiri afkvæmi en bú sem var látið afskiptalust. Aðeins fóðraða búið ól upp ungviði að einhverju marki áður en frjókorn fóru að berast úr náttúrunni. Þótt fóðrun hafði ekki mikil áhrif á þyngd, stærð eða frávik þernanna, þá hafði það veruleg áhrif á lífslengd þeirra. Þernur í fóðruðu búunum lifðu að meðaltali 15 dögum lengur en þar sem skortur var á frjókorni. Ýmsar hættur steðja býflugnabúum í rysjóttu veðurfari. Við fögnum öll góðu vori þegar gróðurinn lifnar og blómstrar. Býflugurnar taka við sér, varp fer á fullt og búin stækka og allt lítur vel út. Svo allt í einu hrannast ský á lofti og það fer að rigna. Það getur jafnvel rignt í nokkrar vikur með litlum hléum. Nektar og frjó hefur skolast af plöntum og það sem býflugurnar bera heim í búið er útþynnt og veðurbarið. Býflugurnar anna ekki fóðurþörf búsins og það hægir á varpi og það getur jafnvel stöðvast. Þegar hungri sverfur að fara þernurnar að éta egg og ungar lirfur. Þær endurnýta fitu og prótein til að gefa eldri lirfum svo að þær komist á púpustig. Býflugurnar loka jafnvel hólfunum fyrir en venjulega. Býát orsakast fyrst og fremst af próteinskorti. Þegar þetta gerist stöðvast varp drottningarinnar oft með skelfilegum afleiðingum. Heil kynslóð fer í súginn og þegar loksins styttir upp og fóður fer að berast í búið geta verið fáar býflugur sem hafa þroskaða fóðurkirtla til að fóðra nýjar lirfur. Fóðurkirtlar eru orðnir þroskaðir þegar ungar býflugur eru það bil 12 daga gamlar. Þetta getur haft þær afleiðingar að búið nær aldrei almennilegum fjölda til að ala upp vetrarflugur að nokkru ráði. Ef þetta gerist er ráðlegast að sameina bú að hausti til að býflugurnar eigi nokkra von að lifa af vetrun. Fæðuskortur hefur veruleg áhrif á eggjastokka drottningar og þar með á varphraða hennar. Þetta er sérstaklega hættulegt í íslenskum aðstæðum þar sem vor og haust geta verið löng og lítið blómgun. Drottningin er háð stöðugri fóðrun. Þegar fæðuskortur verður, minnkar virkni eggjastokka hennar, eggjastokkarnir dragast saman og eggjaframleiðsla hægist eða stöðvast alveg. Hormónastarfsemi hennar breytist einnig. Ef að fóður klárast geta þernur mist þrótt sem gerir þeim erfiðara fyrir að fóðra drottninguna. Ef að varp stöðvast alveg getur það tekið frá 3 til 14 dögum fyrir eggjastokka hennar að ná aftur fullri virkni. Ef fæðuskorturinn er mjög langur, til dæmis nokkrar vikur, og drottning orðin veikburða, getur farið svo að hún nær aldrei fyrri varphraða. Þá getur jafnvel þurft að skipta drottningu. Ung drottning jafnar sér hraðar en gömul, en það er hægt að bregðast við þessari þróun ef að það er gripið nógu snemma inn í atburðarásina. Það er gert með því að gefa próteinfóður eða frjókorn þegar útlit er fyrir rigningartíð. Það er allt í lagi að hafa smávegis af próteinfóðri ofan á varprömmum yfir sumarmánuðina. Býflugurnar vilja helst frjókorn, en ef að það er ekki fáanlegt, þá getur próteinfóður sem sumir kalla gervifóður komið í góðar þarfir og jafnvel bjargað búunum frá hruni. Þegar frjókorn er gefið snemma á vorin, hefur það sýnt sig að mun meira hunang berst til búsins yfir sumarið. Býflugurnar verða hraustari og afkastameiri og meira kemst á legg af ungviði. Varp drottningarinnar getur líka stjórnast af frjómagni og allt búið nýtur góðs af góðu framboði af næringaríkri fæðu. Drottningin verður að borða ótrúlegt magn af drottningarhunangi sem er búið til úr frjói, hunangi og vatni. Samkvæmt rannsóknum erlendis getur hún vert næstum líkamsþyngd sinni af eggjum á hverjum degi þegar varp er í fullum gangi. Það krefst mikillar næringar. Þernurnar þurfa líka að borða mikið og þær fæðast svangar. Leið og þær skríða úr púpu, fara þær að fóðurgeymslunum.
Ungviðarammarnir hafa fóðursvæði sem umlykur varpsvæðið og þar í eru opin hólf með blómasafa eða hunangi. Þarna fær nýfædda býflugan sitt fyrsta orkuskot. Auðvitað vita allir að býfluga getur ekki lifað á sykri eingöngu. Þess vegna þarf unga flugan að fá prótein. Hún leitar síðan að býbrauði og þá byrjar hún að sinna próteinþörf sinni. Hún borðar sollítið á fyrstu klukkustundunum en byrjar virkilega að pakka í sig eftir 2 daga og heldur því áfram fram á 5. dag. Á þessum tímapunkti eru fóðrunarkirtlar hennar að fullu þroskaðir svo að hún geti framleitt drottningarhunang. Hún heldur áfram að neyta frjókorna en aðeins ef þörf er á meðan hún vinnur við búið eða til að fita sig upp fyrir veturinn. Býflugur geyma ekki aðeins frjókorn og hunang í vaxhólfunum, heldur geyma þær einnig orkuforða í líkama sínum. Þetta er aðalega gert í formi efnasamband sem kallast vitellogenin. Vitellogenin er flokkað sem glíkolípóprótein sem þýðir að það hefur eiginleika sykurs, fitu og próteins. Vitellogenin er notað sem orkugeymsla í líkama býflugna til að framleiða drottningarhunang sem hluta af ónæmiskerfi, til að lengja líftíma drottningar, auk þess að virka sem hormón sem hefur áhrif á hegðun í framtíðinni. Feitur líkami er ekki bara feitur. Mikilvægt hlutverk hans er að vera orkugeymsla. Þá virkar fiturlíkami skordýra ekki eingöngu sem geymsla fyrir fitu, heldur einnig fyrir kolvetni, amínósýrur, prótein og önnur umbrotsefni. Þegar próteinfóður er gefið í lok vetrar, oftast í byrjun mars, skaltu fjarlægja þakið og milliplötuna á býkúpunni og blása reyk svo að býflugurnar færi sig aðeins niður. Próteindegið sem búið er að fletja í það bil sentimeter þykkt ætti að setja ofan á efstu ramma beint yfir miðju þyrpingarinnar. Fyrir varp á vorin er mikilvægt að það sé ekki loftað upp úr þakinu. Býflugurnar þurfa að mynda 35 gráðu hita á varpsvæði til þess að ala upp ungviði. Svo í lokin skulum við hugleiða aðeins frjókorn og býbrauð. Býflugur þurfa að láta frjókorn gerja í vaxhólfum til þess að geta umbreytt því í býmjólk. Býbrauð er búið til þegar þernurnar blanda í það munnvatni til að virkja mjólkursýrugerjun í súrefnislausum hólfum. Utan hvert frjókorn er sker sem lirfurnar geta ekki unnið á. Við gerjunina leysist þessi skel upp svo að auðveldara er fyrir fósturbíin að blanda saman frjókornum, munnvatni, húnangi og vatni þegar þær útbúa fóðrið fyrir lirfurnar. Og ekki gleyma að drottningin nærist á býmjólk allt sitt líf og yfir varptíman þarf hún mikið magn fóðurs. Og nú, þegar ég hef farið yfir það helsta varðandi fóðurinn almennt, vil ég benda býbændum á að fylgjast með í Facebook-grúppu sem heitir Býflugur, ræktun og innflutningur. Það er grúppan sem ég stjórna en ekki grúppan hjá Býflugnaræktandafélagi Íslands. Ég flyt inn býflugur frá Álandseyjum. Það er mjög mikilvægt að kaupandi geti sýnt fram á að hann hafi sótt námskeið, lesið sér til eða aflað sér þekkingar býflugnaræktun áður en hann pantar býflugur hjá mér. Samkvæmt lögum dýravelferð ber mér ekki skylda til að stunda neina rannsókn á því hvort viðkomandi er hæfur eða ekki. En það ber öllum skylda til að tilkynna slæma meðferð á dýrum til mast. Verðandi býbændur ættu að sækja námskeið hvar og hvenar sem þess er kostur. Það er til fjöldi bóka á erlendum tungumálum. Inn á bifluga.is er hægt að hlaða niður bókinni Ræktum býflugur. Þetta er fyrsta og eina bókin býflugnaræktun sem skrifuð hefur verið sem kennsluefni á íslensku. Rafræna útgáfan er frí, það kostar ekkert að hlaða henni niður. Hún er í A4 sniði og hægt að prenta hana út. Netnámskeið í býflugnaræktun eru til á internetinu og eru ódýr. Svo er Sæunn Vigdís með netnámskeið á íslensku sem hægt er að taka hvenær sem er og á þeim hraða sem hver og einn kýs. Hún hefur allar upplýsingarnar aðgengilegar svo að hennar nemendur geta skoðað og hlustað hvenær sem er til að rifja upp. Svo er ekki verra fyrir byrjendur að finna leiðbeinanda sem hefur náð góðum árangri í býflugnaræktun og getur kennt réttu handtökin. Verkleg kennsla er mjög mikilvæg. Takk fyrir að horfa á þennan þátt. Ég vona að hann komi til með að gera gagn. Næsti þáttur verður býflugur og banana.